hvaðan heldur fólk að hugmyndirnar komi að fyrirspurn frá mér ykkur ákveðin vandamál? Ég get sagt hvaðan þau koma. Þau koma innan úr kerfinu. Þau koma frá lögreglumönnum, þau koma frá heilbrigðisstarfsfólki, þau koma frá félagsráðgjöfum. Þau koma frá öllum þessum starfsstéttum sem að reyna þetta og sjá þetta með eigin augum og óska eftir þessum upplýsingum. Og ég mun halda áfram að leggja mitt til umræðunnar í þessum efnum. Ég ætla ekki að bíða eftir því að fólk enn á leiðinni heim úr sundi í undirgöngum á Ísland og skotið af færi. Eða verið að varpa handsprengjum inn í íbúðarhúsin á Íslandi. Meðal annars í Evrópu, í Bandaríkjunum og víðar, sem hafa verið með þetta yfirlætis viðhorf gagnvart almenningi, vilja þagga niður ákveðna umræðu, halda upplýsingum frá almenningi, sem hefur verið megin ástæðan fyrir uppsprettu jaðarafla í þessum samfélagi. Þetta allt óþægilegt. Já. Þetta allt orðið óþægilegt í dag. Diljá Steinasdóttir. Hvað segirðu gott? Ég bara eldhress. Ekki? Jú, en þú sjálfur? Bara geggjaður. Þetta geggjuð dragt. Já, takk fyrir það. Já, ánægður með þig. Hvað Það er kjördæmavika, klæði sig upp. Er það málið það? Já. Hvað gera, þú ert náttúrulega í Reykjavík. Hvað gerir þið kjördæmaviku? Annað en tærnar upp í loftið. Við hittum kjósendur. Við erum að gera heilmikið. Aha. Við erum búin að vera einblína á aldra núna, aldran þjónustu og íþróttarhreyfinguna. Búin að fara í ISI meðal annars og mörkina, heilbrigðisþjónustu, fórum í klínikina og eigum bara Landspítalinn á morgun og bara þetta vika farmundan. Hitta síðan trúnaðamenn í flokknum. Hann við 19 tímar í þetta. Og hvað er að mikilvægasta sem er á dagskrá í dag? Bara í samfélaginu? Já. Það er efnahagsmálin alltaf. Jesus Christ, ég er orðinn svolítið stressaður. Ég var náttúrulega með Kristrúnu og ég, sko... Og hún bara, atvinnuleysi, ekkert vandamál. Já, ég hugsaði alveg pínu, því ég er náttúrulega mjög mikill aðdáandi, hún er besti stjórnmálamaður á landinu. Þú ert í öðru seti. Vá! Er þetta ekki sammála? Ég meina, hún stýrir stærsta flokknum, hún hefur algjör tangarhald á honum. Er þetta að fara rök fyrir öðru en hún sé besti stjórnmálamaður á landinu? Já, það er alveg að fara rök fyrir því, sko. Hvað með það? Bara efnahagsástandi í dag, sko. Já, það er að vera lélegur í efnahagsmálunum. Hún hefur mikinn trúverðuleika, sérstaklega út, ég meina þess vegna hún er kosin út af efnahagsmálum. Ég ætla að segja það, að gott gengi samfélkingarna skrifast rosalega mikið á hennar trúverðuleika í efnahagsmálum. Og hvar stöndum við í dag, sko? Og hvert erum við að fara? Já, ég er nefnilega sko út af því að ég er svo harður aðdáandi og eins og ég sagði við hana að Confirmation bias. Ég á mikið undir að henni gangi vel út af því að eftir bara fyrsta viðtalið sem að ég tók við hana, þá sagði ég bara hérna er bara komið næsta stjarna íslenska stjórnmála. Og mér langar að það gangi upp og haldi áfram, en ég aftur á móti verða að vera sammála þér það að í viðtalinu þá var ég hugsaði oft á tíðum, þrátt fyrir það að hún stóð sig mjög vel og ég með þess að sagði við hann eftir og hún stendur sig alltaf mjög vel í viðtölum, kemur alltaf vel út þegar hún er á framfætinum, ekki tebolli allra en það er tebolli þeirra sem að svona finnst hún vera góður kostur, en það var rosalega mikið af svona ég vona að þetta gangi upp út af því að það er náttúrulega ótrúlega mikið í gangi og ég get ekki séð að taflborðið bjóði upp á þann möguleika að það sem að þessi ríkisstjórn segja að muni rætist. Nei, og ég hef nú spurt að því hvernig standi á því að þessir tveir hagfræðingar sem að njóta bara held ég ágæts trausts og virðingar í samfélaginu, Daði og Kristrún, fólk lítur til þeirra í efnahagsmálum. Hvernig eru þau svona ítrekkað og í mörgum málum á skjön við alla okkar helstu sérfræðinga, alveg saman hvað það standa, úr hvaða stéttir koma, hvort sem þeir koma úr atvinnulífinu, verkalýðshreyfingunni, fræðasamfélaginu, það er einhvern veginn þau eru skjön við alla og þau bara, mér finnst þau vera máls út í hotn og þau munu auðvitað ekki verið dæmd af neinu öðrum verkum sínum. Ég er sammála því að Kristrún hefur ótrúlega margt til brunns að bera, hún er alþýðleg og hún er örugg og hún er auðvitað eldklár og hún hefur svona gott yfirbragð einhvern veginn. En svo er spurning líka svona færni í mannlegum samskiptum. Ég hef sagt frá því að mér finnst vera breyttur starfsandi í þinginu og svona ýmislegt búið að vera í gangi þar sem við eigum ekki venjast þar. Það er enda eitthvað sem ég hef oft rætt en ekki rætt lengi. Hvernig er stemmingin á þingi? Hún er skárri en hún var, en það varð alveg rosalega viðsnúningur. Ég hef nú örugglega sagt þessu sögu hérna áður, en ég segi samt aftur að Gulli, að því ég var aðstofmann hans og Gulli var auðvitað búin að vera lengi á þingi og hann einhvern tímann búin lýsaði fyrir mér að það hefði alltaf verið svo frábær starfsandi á Alþingi og mikill vinskapur á milli flokka
og síðan kom efnaðsönnið og það bara gjörbreyttist allt. Það eru náttúrulega óbúslega mikla hreinsanir í kosningum og það var bara einhvern veginn smá svona stál í stál, þú veist, mikli flokkadrættir og mikið vantraust. Og þannig að þegar ég byrjaði á Alþingi 2021, ég hafði auðvitað verið þar kjörtímabili áður sem aðstoðarmaður, svona þá maður með annan fótinn kannski í þinginu, og svo byrjaði ég 2021, það kom að mér svo skemmtilega óvart hvað var góður starfsandi í þinginu og hvað maður fann fyrir því að þarna voru bara allir, að minnst kosti langflestir, einhvern veginn komnir til þess að láta gott að sér leiða, svo hafðu sumir bara fánulega skoðanir, skilurðu, og var bara með ólík markmið. En það voru allir með svo góðan hug og nefndastarfi var oft svo, einhvern veginn, mér finnst það svo, það bara vakti svo miklu aðdáun hjá mér að sjá þessi ólíku sjónarmið koma saman og fólk var að reyna að finna út úr hlutunum, virkilega að ræða sér niður á niðurstöðu og mér finnst bara starfsandinn heilt yfir góður og ég eignaðist bara góða vini eiginlega ekki síst í öðrum flokkum. Af því að svo auðvitað þannig að þínir helstu keppinautar í þessu starfi sem mjög óvanlegt eru náttúrulega frekar þínum megin flokki heldur en öðrum, þannig að oft myndast svona mjög einstök trúnaðarsamband þarna á milli. Síðan eftir að þessi ríkisstjórn tekur við völdum að það verður ótrúlega viðsnúningur og í viðhorfi í þinginu og við finnum það mjög mikið í nefndastarfi, það er ótrúlega margir árekstrar úr ótrúlega litlum hlutum, þú veist, það birtist kannski almenningi sem eitthvað upplaup og einhver kjánagangur, en það sé verið ítrekað að neita minni hlutanum eða sem sagt stjórnarandstöðunni að fá einhverja gesti eða biðja einhver gögn, einhverja útreikninga, þú veist, ég man eftir því, ég gegndi í formennsku í 2 nefndum á síðasta kjörtímabili, utanríkismálanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd og þetta er náttúrulega þungaveiktar nefndir og ég man eftir því að hafa verið eitthvað svona, já, ok, við erum samt búin að vera með gesti, ótrúlega marga gesti í þessu máli og ég vil nú bara kannski fara að lúka þessu máli og þá fekk ég kannski bara heyra frá einhverju pírati nefndin minni, ok, sjáumst þá bara sínt þingsal, þú veist, af því að raunverulega þetta er tæki sem að stjórnarandstaðan hefur, að ef það er ekki sanngjörn einhvern veginn stýring og nefndastarfi og nefndavinnu og þetta er ekki lýðræðislegt inn í nefndunum, þá er bara að taka það út með mjög lengur tíma í þingsal. Þannig að það er svo mikill samfélagssáttmáli einhvern veginn að þingstörfin gangi vel og það er rosalega stór hluti af starfinu sem gengur út á málamiðlar. Og þegar það kemur síðan nýri meirhluti sem tekur við völdum sem raunverulega segir uppátt, við unnum, við þurfum ekki að vinna með ykkur, við unnum, við þurfum ekki að tala við ykkur, þú veist, við erum með meirhluta og hvað ætlaði að gera í því? Þú veist, bara að segja þetta einhvern veginn á fundum og göngunum, sko, þú veist, ekki spes, þú veist, það breytir starfsandanum og ég held að það við tekið þau smá tíma átt að sjá því að líka því að komið mér náttúrulega mikið embættismönnum inn, það kom mikið af fólki á sveitarstjórnarstiginu, þar sem að dýnamíkin er allt öðruvísi. Ég hef líka verið varaborgarfulltrúi, það er ótrúlega súr stemming í Reykjavíkurborg, það er aldrei hlustað á stjórnarandstöðuna einhvern veginn, það er alltaf bara við ráðum og bara kæðum allt sem við segið og skiljið, þú veist, það er bara einhvern veginn, þannig er starfsandinn, þannig að það tók smá tíma, það er aðeins að lagast, en ég er alltaf að reka mig á þetta aftur og formaður utanríkismálanefndar Pavel vinur minn, hann kom nú upp í pontum daginn til þess að því að við höfum verið að samþykkja svona sameilt plagg varnarmálstefnu og hann sagðist að þetta væri einhvern veginn það sem hann væri ánægðast með í vinnunni þegar við næðum svona öll saman og ég hugsaði bara með mér hvernig væri að þið myndu öll þá leggja ykkur meira fram það sko. Ég sko það var eitt svo sérstakt í þessu út af því að þegar að þið náttúrulega slóðu Íslandsmet í málþófi sem að sjálfstæðisflokkurinn ég er bara svona ég var ekkert með einhverja svona svakalega þessu veiðigjaldafrumvarpið sem að ég bara er ekki með nægilega mikla sérþekkingu á til þess að meta nákvæmlega hvað sé rétt og ekki rétt í þessu. Aftur á móti skils mér að sá peningur sem átt að skila sér sé ekki að fara að skila sér. En það sem að mér þótti sérstætt í því sko var þegar allir skatturinn átti að vera til svars. Mér minnir það hafi verið í þessu máli. Það var allavega einhverju af þessum málum sem voru á þessu síðasta þingi að þá var það bara einhvern veginn, nei við þurfum ekki að ræða við þá sem að það mest til þessu. Ég var svona, það finnst mér skrítið, sérstaklega þegar að úrverður að peningurinn sé raunverulega ekki að skila sér og þeim er bjargað af Guðmundi Fertram sem að kemur með eitthvað kerisins pening skilurðu frá kólaplastpening hvernig sem þú vilt orða það. En það sem er líka skrítið í þessu var sko að það var farið í þetta málþóf og svo 71. grein nýtt til þess einmitt að ljúka þinginu eða klára málþófið og svo strax á málþófið kláraðist og þá breyttu þau frumvarpinu og þetta var ekki rætt. Þau breyttu frumvarpinu til þess að koma til móts við þessu sjónarmið af því þau áttu þess á því að þau voru bara var eitthvað til í þeim. En samt var þetta svona, sjálfstæðisflokkurinn fekk að éta þennan sokk, en svo ætlum við að breyta þessu í því sem að sjálfstæðisflokkurinn var að segja. Og fólk sem er alltaf að tala að vera með pólitík á svo háu plani, þetta er bara pólitík á lágu plani. Og það er bara nákvæmlega svo lýsir þessu, það er bara gott að þú hafi spottað þetta, ég held að hafa ekkert allar spottað þetta.
varðandi málþóf og svona langar umræður í þinginu. Ég þeirra skoðunar að það eiga sér stað umræði í þinginu, það auðvitað ótrúlega mikilvægt að sé opin og lýðræðisleg umræði í þinginu, ekki bara lokum herbergjum nefndavinnu, þannig að það er nú eitt. En auðvitað á að fara sparlega með það að fara í svona rosalega miklar málalengingar og það má alveg deilum það, hvort að skattahækkanir sé þannig mál. Ég er manna fyrst til að viðurkenna það, að þetta er ekki spurningum aðild að Evrópusambandinu sko, eða stjórnarskrárbreytingu eða þú veist, eitthvað svona grundvallar breytingu í íslensku samfélagi en sannarlega allega atvinnulífinu og ígrundu og illa útreiknu skattahækkun. Enda eins og bendir á, skilaði þetta svokallaða málþóf sér í breyttu frumvarpi. Aðeins bættu, þó svo eins og við vorum búin að benda og verum við það þá hafa tekjurnar ekkert skilað sér sko eins og til var ætlast. En þetta var niðurstaðan og maður velti fyrir sér stundum, þú veist þegar það búið að eiga sér stað einhverjum nokkra klukkutum eitthvað riflit í þingsal einhvern eins og skattin að koma fyrir nefnd. En núna síðast, eins og í seinustu viku, Lagastofnun Háskóla Íslands, það var óska eftir áliti frá Lagastofnun Háskóla Íslands og Sigurjón Þórðarson, þeirra allra besti stjórnarliði, fer ítrekka upp í pontu og segir að við séum að tefja fyrir þingstörfum með því að biðja álit og gestakomi frá Páli og Pétur út í bæ. Hann kallar þetta alltaf Páli og Pétur út í bæ. Bara skatturinn, Lagastofnun Háskóla Íslands. Þú veist, ætlar enginn að segja neitt. Veist. Þetta er vinnubröð sem að ég held að þessi stjórn verði dæmd af. Ég held að safnist þegar sama kemur. Þú veist, þegar Sigurjón Þórðarson er búin að fara kannski 30 sinnum í pontu og kalla bara þungahættastofnanir og aðilega í samfélaginu Páli og Pétur út í bæ. Eða þegar að Kristrún er búin að koma nóg aftur að segja að allir hafi rangt fyrir sér nema hún. Hvort sem að vera að tala verðbólguvexti eða atvinnuleysi. Þú veist, ég held alveg að fólk fari aðeins að ranga við sér. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Ef að samt Kristrún segir eitthvað og allir eru á mótinu, þá fyrir peningurinn minna á Kristrúnu sko, eins og þú veist. það er bara, hún klikkar ekki. Já, það er sér hlutdrægnin, þetta er bara, það er ekki við þetta ráði. Nei, mér finnst bara, ég hef mjög gaman hann, ég eftir á mótið, ég held að sé alveg pínu flóki fyrir hann, hún náttúrulega búin að vera bara stærstu bankastofnunum heims og gat bara valið á milli mismunandi vinnustaðan. Það er ekkert margir svona sem eru að sækjast eftir Nei, en svo er ekkert örugglega margir eins og hún í kringum hana sko. Ég held að það sé örugglega drullu flókið þegar þú kemur bara úr umhverfi þar sem fólk bara gerir ráð fyrir 18 tíma vinnudögum og þú ert að lesa bara eitthvað fram eftir nóttu. Þú veist, það er örugglega ekkert starfsumhverfi hennar í dag. Ég held að allir Ég held reyndar að ráðherrar, svona allir jafna, mjög margir ráðherrar vinna mjög marga langa vinnudaga. Ég veist ekki að þú verður svo mikið aðdáandi ríkisstjórnarinnar. Nei, okay. ég bara hef unnið í stjórninu, ég veit að mæði mikið á ráðherrum, sko. Já, ég er ekki bara að tala ráðherrana, sko. Nei, en ég held að hún sé algjör vinnuþörkur, hún Kristrún, en ég held að mælikvarðin á góða stjórnmálamann er ekki hversu vel þú kemur fyrir eða hversu vel mikið þú sópa til þið fylgi í einhverjum ákveðnum kosningum. Það var ljóta að vera störfiðin, afraksturinn, hvernig þú skilar síðan búin af þér og síðan langar maður nefna að þetta fer allt og lágt. Hvað skiptir gríðarlega miklu máli að vera fær í mannlegum samskiptum til að vera raunverulega góð stjórnmálamaður. Því að lýðræði er ekki bara það, því að þú getur einhvern veginn klostra saman meirihluta úr kannski með nokkra möguleika. Og lýðræði er ekkert endilega það, besta birtingarform lýðræðisins er það þeir sem að fyrir einhverju sakir enda í ríkisstjórn að þeir bara hafi allt að segja og hinn er bara eiginlega að taka sér frí í 4 ár. Það eru þetta ekki, það eru ótrúlega mörg atkvæðir sem eru á bakvið stjórnarandstöðuna og ég meta ótrúlega mikil sem fari fólks, alveg sama hvaða flokkið er, hversu lungið það er í mannlegum samskiptum og ná saman við annað fólk. Og ég get nefnt svo marga stjórnmálamenn sem eru til fyrirmyndir í þessum efnum. Ég geti nefnt til dæmis Katrínu Jakobsdóttur sem að laði sér alveg ótrúlega mikið fram það í þinginu og ég tók eftir bæði þeirra aðstofmaður og síðan var þingmaður sjálf. Hvað hann laði sér mikið fram að kynnast fólki, eiga sérstætt samband við það og ná til þeirra og eiga samtal, skilja hvaðan það kemur. Já, ég sakna pínu Katrínar sko. Ég held að allir sakni pínu Katrínar sko, engin veit hvað átti yfir allt það sko. Nei. Þó hún hafa eftir auðvitað hræðilega skoðanir í mörgu.
Já, en við munum samt fara að sjá meira af þeim núna þegar sveitarstjórnarkosningar koma, þar sem að við verum með vinstrið. Já. Hvernig líst þér á það? Vor til vinstri? Nei, það heitir ekki vor til vinstri núna. Hvað heitir það? Það heitir vinstrið. Vinstrið, ok. Og það því að þeir eru núna sameiginlega með VG og vor til vinstri og mér skilst að þið ætla bara að heita vinstrið. Er þetta ekki bara ágætt hjá þeim, sérstaklega með alla þessar sjálfstæðismenn í frambúði? Er þetta ekki bara flott hjá að koma með eitthvað almennilegt mótvægi? Jú, en Sanna hún er sannarlega ekki sjálfstæðismaður. Nei, og það er tæplegt að segja það Líf heldur, eða Stefán Pálsson. Nei, en hvernig tölum við þessu sveitarstjórnarkosningar bara? Já. Hvernig líst þér á þetta? Gulli fer ekki fram. Það var einn vinur minn. Þú ert nú fyrir miklu vonbrigðum með það, þú er nú margótt farið við það. Að Gulli fara ekki fram? Já, ég vonbrigðum ekki vonbrigðum. Það verður bara áhugavert að fylgjast með þessu. Það verður náttúrulega, það er mjög gott að sjá að Binna minn komin á lista. Hefur hann formlega verið kynntur til leiks? Ég held ekki. Nei, það var bara einhver að segja hann var takið þriðja sæti. Já, einmitt. Það var ekki Anders frændi sem sagði. Ég er alltaf síðustulega að heyra allt. Þetta er einhverjar, þessi kjörnefnd sem ég þekki nú flest alla, þetta hefur verið algjört svona læst hvelfing. Já, ég þekki þetta fólk líka. Já, einmitt. Segja mér ekki neitt. Segja mann ekki neitt. Þannig ég lesi þetta alveg í DFF og Vísi, sko, en ég sagði bara við að segja mér það ekki á kísi miðflokkinu, það sagði mér það samt ekki, sko. Þeir vita að gera það ekki. Nei, ég er náttúrulega vinstrið fyrst að þeir stilla á sameiginlega lista. Já, þá getur ekki, atkvæðið þitt fyrir þangað þetta. Já, sko, atkvæðið mitt samt, ég veit ekki hvort þú trúir þessu eða ekki, en atkvæðið mitt fer bara á þá sem að mér líst best á. Ég er algjör mella með þetta, sko. Ok, óslípaða demantur. Já. Ég tek því, ég lakka til að ringja í vor. Sko, ræðum samt eitt. Mér finnst þetta bara, þetta er gott, ég var búin að gleyma þess að þú sagði nákvæmlega þetta. Kristín Gunnarsdóttir var með þér og Gísla Frey sem hún kom bara með hörku punkt. Af hverju eru þið svona lokuð hvelfing? Af hverju er þessi smuga sem maður getur tróðið sér inn að maður er búin að vera nægilega duglegur að raða stólum í Valhöll? Þetta er eitthvað sem mjög margir hugsa. Það er ótrúlega fyndið að stilla þessu svona upp og ég hef bara gaman að þú nefndi þetta og sérstaklega, maður er að reyna að hæpa þessu upp aðdraganda þess að listin okkar verið kynntur. Ég held að verið frábær og ég vonast til þess að hann kom einhverjum óvart og ég sagði það við hana og ég tók þetta mjög stórt upp í mig og hún myndi geta allt honni sig, við sjáum til. En ég er bara ósamálsu af því að merkilegt að tala sjálfstæðarflokkin svona sem er eiginlega allra duglegastur. Núna er reyndar mikil undantekning en allra duglegastur við að halda prókjör. Langstærstu prókjur landsins og hvað er þá að halda því fram að við séum með einhverja smugur, er það ekki Samfylkingin sem er með einhverja smugur og flettulista og handvölur fólk og fylkingar? Hjá okkur höfum við bara mjög gjarnan gert út með hlutina með bara strangkælum prókjörum. Ég meina Arett valdi ekki það, hann hefur tekið þátt í prókjöru hjá okkur en það er ekki gengið vel því það við séum hún orðaði einhvern veginn þannig að við værum að vera enginn okkur þóknarlegur. Hverjum þá? 7.500 manns sem tók þátt í prókjöru Reykjavík síðast til dæmis. Já, síðast. 7.500 manns? En er þetta þá, hvað er þetta bara fjölmennasta klíka landsins? En af hverju telur þú þá að þetta sé tilfinning fólks? Ég held að þetta sé ekki tilfinning fólks, sko. Ég held nú að Kristín sé bara stríða? Já, Kristín er náttúrulega þekkt fyrir það að stríða. Ammælissysti mín Kristín, við hefum sama ammælisdag. Aha. Já, við hefum sama ammælisdag. Fættir á stysta degi ársins og berum þess merki. Já, hún er bara stríða og stuða eins og hún gerir. Já. Og ég er bara tilbúin til að geta þetta sjálf honum ef að verður ekki nú og spennandi. Ég er allavega og fjölbreyttur. Ætlaði að gera svona eins og miðflokkurinn, vera með svona skugga myndband þar sem að sést svona í aftan hnakkan. Ég bara veit ekkert. Nei, ég hugsa nú ekki. Eða sko það er allavega minnst að kosti búið að auglýsa, menn þetta verður bara kynnt við einhverju viðhöfn næsta laugardag. Já. Ég hlakka bara til. Já, ég er allavega interested á Facebook og þann Óslípaða demantur eins og þú sagðir. Og ég hlakka til að láta til mín taka í sveitarstjórnarkosningum. Ég náttúrulega elska kosningar. Ég elska að ringja og hitta og heimsækja kjósendur og þú fer að listana mér, Tóti. Það er bara þannig. Ég er bara frjálshyggjumaður sem vil vera látin í friði. Og sá flokkur sem að gerir það fyrir mig er sá flokkur sem að ég kýs. Sá flokkur sem allir er tilbúin til þess að leggja niður fjölmiðlanefnd er sá flokkur sem ég kýs. Það er tæplega Reykjavíkurborg. Það er, já, ég menna ef það geta allir lagst á eitt. Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, það er þetta að gera við. Það er della. Mér finnst það margt í þessu, sko. Þetta er svo fyndið líka með fjölmiðlanefnd. Núna eru þeir að böggast í mér. Og þeir segja sko að ég er að skrá mig sem fjölmiðil, sem að ég er ekki. Ég er með
langa skoðanapistla eins og þú sér hérna, þú mér svo spurði með hann hvað ætlum við að ræða? Ég sagði við ætlum að íta á rekk og sjá hvað gerist og það er það eina sem ég geri þannig að ég er ekki með hennar ritstjórn og þetta er ekki ritstjórn. Þetta er ekki bara einustu stjórn, þetta er algjört bara kaosina. Þú sér það bara alltaf rusli, ég læti þetta líta nægilega vel út í mynd en þú eins og þú sérð sko, það sérðu óreiðina henni í kringum. Það er engin skipulega óreiða. En mér finnst þetta svo sérstækt að núna allir mist þegar fjölmiðlar að berjast í bökkum og við erum hérna með fjölmiðlanefnd sem er með þess að ráða til sín lögmenntað fólk sem er gerð krafa það að þú sért í það minnsta með 5 ára laganám á bakinu. Ég held að launin fyrir það séu hressandi. Fjölmiðlar berjast í bökkum, allir er erfitt, kvöldfréttir Stöðvar 2 eru hættar hérna helgar og þetta verðist allt verið erfiðara. Það eru uppsagnir á Morgunblaðinu. Finnst þetta ekki skrítið? Fjölmiðlar leggja upp laupana hver á fætur öðrum. Mér finnst þetta skrítið, mér finnst þetta galið. Mér finnst þetta galin forgarsögn. Og ég var nú að segja það við í hálfkæringi hérna ánum við lögum að staða að hérna, þetta var nú ærið tilmynd fyrir mig til þess að dusta rykið af HR-réttindunum mínum Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Hvað með það? Það flytja þetta mál með mér. Já. Ég veit ekki hvernig þið bregðast við, sko. Ég var að bregðast við 27. Ég ætla náttúrulega bara að nýta minn andmæla rétt. Já. Ég veit ekkert hvernig þið bregðast við því. En ég meina, ef þetta fer fyrir dómstóla, þá þurfum við að gera það. En kallum við ekki eftir reynslusum og bransan? Hver hefur tekið slagið við fjölmiðlanefnd? Ég held að enginn hafi gert það. Jú, sko, Hjörvar Hafliða gerði það einhverju leyti, en þau að endingu gáfust upp. Fjölmiðlanefnd? Nei, Hjörvar. Ok. Og hérna, ég veit ekki nákvæmlega. Og skráðum sér fjölmiðl? Já. Og Gísli Freyr gerði það líka. Það var þetta mjög áhugavert, sko, út af því að þau eru alltaf að kvarta yfir því að hérna, jafnréttissjónarmið þurfa að vera hjá fjölmiðlum, sko, þurfa að vera með einhver, það er enda mjög vont fyrir mig að þú þarf bara að vera skipt kyni eitthvað, því ég eiginlega bara taka náttúrulega viðtölu karlmenn til þess að fara gegn þessu. Ég get bara sagt það, hlutarins vegna. En ég var að taka eftir, ég fór yfir sko listana af þeim hlaðvörpum sem hafa verið skráð. Öllum er stýrt af karlmönnum og það er ein kona, ég held að ég sé að fara rétt með, það er ein kona sem er meðstjórnandi. Annars er þetta bara karlmenn sem stýra þessum hlaðvörpum. Og ég er svona, merkilegt. Það finnst mér svolítið merkilegt að konur séu ekki hérna böggaðar yfir þessum málum, sko. Og ég er búin að kasta einu hlaðvarpi hérna undir vagnin í þessu sem ég ætla ekki að gera aftur og það ég baðast velveringar á því. En það er fullt af einhverjum svona kvennapodcastum sem eru örugglega í einhverju, en það eru ekki böggaðar. Og ég held að þetta sé verið að ég held að þetta sé mismunun. Ég held að þetta sé mismunun. Og ef þetta er mismunun, það var nú athyglisvert að velta fyrir sér. Hvort þetta mismuningar kvenna eða karla, lítur fjölmiðlanefnd svo á að konur séu alltaf í svo léttu hjali að það get ekki verið fjölmiðl. Það er ekkert að hafa áhrif. Nei, ég meina það er alltaf bara eitthvað tísku og eitthvað, þú veist, málingu, förðunarverur. Ég meina, hvað hefur fjölmiðlanefnd fyrir sér í þessu málum? Ég hveti til að taka slaginn. Við getum verið bara með svona söfnun og Já, ég var að pæla í að fara í Karolína Fund, eitthvað svona buy me a coffee og eitthvað þannig. Absolutt. Sko, mér finnst þetta líka, svo við tökum svona, og það ég horfi líka, mér finnst þetta fyndið og skemmtilegt og eitthvað þannig. En ég horfi líka alvarlegum augum á þetta því að það er líka ákveðin svona prinsip sem þannig fyrir hendi út af því að í sjálfu sér þetta bara skoðanapistlar í hljóðformi. Út af því að ég í rauninu kveiki bara, jafnvel þegar ég með þessar einræður, ég er með eitthvað svona smá í huganum svona eitthvað, búin að skoða eitthvað svona Morgunblaðið og eitthvað þannig sem ég hef, en svo bara fer ég á eitthvað flug og sama gildur svolítið með þetta hlaðvarp hérna. En svona í svona heildina litið þá finnst mér þetta vera skerðing á tjáningafrelsi og skoðanafrelsi út af því að það er rauninni verið að segja þú mátt hafa þína skoðanir svo lengi sem að það er innan þeirra marka sem að við setjum. Og við getum haft eftirlit með það. Já. Og meðan sko fjölmiðlar og ég veit sko að þetta fyriruglega í tönar af fjölmiðlum eru sættunum þetta sama hatt þegar þú veist, sín og aðrir eru rosalega mikið að passa upp á það að þeir séu svona óhlutdrægir og passa upp á sín svona prinsip
hversu vel það tekst er náttúrulega bara upp og ofan, en í flestum tilfellum eru þeir allavega að reyna að passa upp á þetta. En þeir eru líka væntanlega, og maður hefur bara fylgst með því, ég meina þeir eru leggja ofta alveg gríðarlega vinnu í rannsóknir og einhvern veginn heimildasöfnun. Þú veist, ég ætla ekki að gera lítur þínu starfi. Nei, ég er sammála þessum punkti sem þú var að segja. Já, bara, þú veist, mér er kannski ekkert viss, þú veist, ég meina auðvitað hefur þú þína menntun og þína lífsreynslu, en þú ert kannski ekki, efnistökin gangi ekki út af það, þú sért að einhvern veginn miðlingum upplýsingum sem þú hefur sangað að þér og hérna láta þér í hendur almenning, sko. Nei, algjörlega, og líka bara, þú veist, ég er ekki þessi sem er svona komið hingað til að fá hinnar raunverulegu, eða þú veist, fá raunverulega sannleikan eða eitthvað hannig. Þetta er miklu meira eins og þú ert að benda á bara ég að spjalla það sem ég finnst merkilegt hverju sinni og bera fram skoðanir mínar á því, sko. Og það getur verið veðrið, það getur verið snirtivörur, það getur verið kosningar. Kannski ætti ég fara bara einbytta mér að tísku og þannig, sko. Ég meina að fjölmiðlanefnd virðist vera með þessa fordóma, það bara... Mér finnst það reyndar ótrúlega áhugaverður punktur, sko, því að ég alveg sama hversu margar kroppamyndir ég birti á Instagram, að þá kem ég aldrei á svona vísheitar á tenni eða eitthvað þannig. Ok, það er lélegt. Mér finnst það líka. Herði, nú erum við búin að sitja út í kosmosið, það er einhver sem að pikka þetta upp, þú vilt vera sjóheitur á tenni. Er það ekki? Ég mér finnst það alltaf svona þegar maður sér þetta á vísi, einhverjar stelpur í bíkinni, ég sama hversu margar kroppamyndir ég meina þú ert í einhverjum svona bardugum og alls konar. Nákvæmlega. Hefur þú einhvern veginn verið í svona flottir kroppar á vísi? Nei, þegar þú segir það, sko. Við þurfum kannski, en ég hef ekki verið að birta eins mikið myndum og þú kannski. Nei. En ég geti kannski farið átak í þeim efnum og þú geti farið einhvern veginn að setja það meira út í kosmos og þú vil láta birta þessar myndir einhvers staðar. Já, sko, en það náttúrulega bara leiðir okkur líka út að þú nefndi við mig að já, við getum tekið bara svona rekk og setja stað, en þú vildir sérstaklega fá að gagnrýna kynsistuðinar fyrir einmitt það að einbeita sér of af svona fegurðarstöðlum og það að birta kroppamyndir á Instagram. Nei, alls ekki. Alls ekki. Þú styður þetta bara? Ég styður þetta. Það var nú einhvern veginn að tekið viðtal við mig, eða ekki viðtal, manst eftir liðnum sem að var, ég held að það hafi verið DFF, Sálva, þegar það var í prentformi. Að einhvern veginn þegar ég var í heimtalli þá gekk blaðamaður fram hjá mér og var svona að spyrja, þú veist, þeir voru ofta að taka bara svona púlsun á götunni, eitthvað svona, þú veist, hvað færir óna samlökunna eina, gæti verið hvað sem er, sko. Og ég var einhvern veginn að spyrja, hvað finnst þér fegurðarsamkynhneigðir? Og þetta er bara svar sem eldist ágætlega vel, af því ég var ekki að fengið þetta sent, sko, skjálkund þessu. Að er ekki bara ágætt að fólk fá að gera það sem það er gott í, sko. Birta þar myndir sem það vill og sumir er alveg einstaklega vel að guði gerðir, sumir er rosalega klárir að gera myndir sína mjög góðar, sko. Þetta stöður mig ekki neitt, sko. Nei, við höfum farið einhver svona í algjöra hringiðu með þetta, mástu þeirra allir OnlyFans var orðin svona, já, ég er valdefld með því að geta byrt minn eigin OnlyFans reikning þar sem ég fæ svona, já, einhverja hárlausa perverta með háan BMI-stuðul sem að greiða mér fyrir það að bera kroppinn á internetinu. Og hver þú að segja mér? Já. Sko, þetta er ekki eins flókið fyrir okkar hægri fólk eins og vinstri fólk, sérstaklega vinstri konur. En eitt eftirminnasta viðtala því að þú ert að nefna þetta og ég meina það komið upp svo margt, ég meina það eru komin upp sko réttindasamtök kynlífsverkafólks á Íslandi og þetta viða í Evrópu og... Rauða reglífinu. Já, einmitt, já, gott að heita það ekki, ég fannst pósta frá þeim. Það eru pósta frá þeim? Já, bara viðburði og fundi og svona, þú veist, við fáum svona alþingismeil oft svona hóppósta hvernig okkur til þess að mæta og ég stundum verið að spurja vinstri kollega mín þessu bara, hvað standið þið þessu? Af því að eitt eftirminnsta viðtal sem ég man eftir er nú frá viðmalda hjá þér sem að ég er ekki múin að hlusta á, ég á eftir að hlusta það, var ekki Hanna hjá þér? Jú, Hanna Björg, já. Hanna Björg og Sigga Dögg. Já. Að takast á var það ekki bara klám? Nei, það var kyrkingar. Já, var það ekki klám og kyrkingar. Klám og kyrkingar og hvort að við ættum í rauninni að vera að... BDSM. Kenna krökkum. Já. Þú veist, þetta er svo mikið dilemma, þú veist, komið með bara konur sem eru búin að stofna samtök og þær vilja bara fá að selja aðgang og sínum líkama, hvort sem það er í myndi eða raun og veru, þú veist, og þetta verður algjört þetta er NPC-error. Já, en við byrjum nú á því að ræða bara saklausar skvísu myndir frá tenni og ég segi bara algjörlega fylgja þeim, ég klikka alltaf á þetta, þetta er bara, mér finnst það bara skemmtilega, þetta er hvatning fyrir okkur hinn. En ég segi eins og við dóttur mína, ég ræði þetta mjög mikið við dóttur mína og ég bendi henni á að þetta sé svona mjög hverfilt atriði til þess að hengja sig í útlitið,
að maður eigi að einbeita sig því að vera hraustur og sterkur og klár. Nú sýnir henni svona myndir og segir, svona getið þú orðið. Ef þú bara æfir nógu mikið. Nei, það er bara mig, ég meina, það þarf auðvitað að við hafa einhver skynsamlega umræðum þetta, sko. Ég er bara ánægð með bara stelpur og strákar sem að hafa náð einhverjum miklum árangri varðandi útlitið, eða eins og ég segi, varðandi að fiffa útlitið, það er bara... Hlaðvarp er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Ég var á uppistandi á Djóra DNA og hann var að segja að það er ekkert jafn leiðilegt og pirrandi og svona, já, þeir eru hvergi og finnur hvergi jafn mikla ónýtjunga eins og hjá fallegum strákum. Fallegi strákar eru alveg, þeir eru oftast clueless, þeir eru latir í vinnu og eina sem þeir eru er í rauninni bara að þeir standa þarna, þeir eru fallegir og gera ráð fyrir því að þeir fá allt upp í hendunar sem er oft rétt, sko, þegar þeir fara á djammi þá hrúast þessar fallegu stelpur að þeim án þess að þurfa sína fram á neitt ágæti. Þess vegna ég er alltaf frekar þakkláttur fyrir það að vera lágvaxinn og yfirþyngd, sko, og því að þá þarf ég að vinna fyrir hlutunum. Ég held að þessi Elja, sko, komið frá því. Mér finnst þetta skemmtileg punktur. Ég hef oft grínast með það að ég sé svo þakklátt fyrir að hafa verið ljótt barn, því að þá hef ég þróað með mér bara góðan persónuleika og kímnigáfu. En það er engin vísindi bak við þetta, sko. Ég held að þetta sé bara einhver svona sjálfsvarnarmekanismi. En ég skal ekki segja, Dóri DNA er náttúrulega ógeðslega fyndin, ég vann með honum. Við unnum saman í jafningafræðslu Hinshússins. Heilt sumar og náttúrulega erfitt að vinna með svo fyndum manni, það er svo ótrúlega gaman að honum. Hann er ótrúlega skemmtileg. Þú mælir vantarlega uppistanduna, þessi eftir að fara. Mjög skemmtilegt. Og svo hann frábær rithöfundur. Já, hann er náttúrulega alveg frábær bara á alla kanta. Við erum fans. Ég er harður fan, sko. Ég heyrði að það var verið að sækjast eftir honum á listi á einhverjum flokkum. Mikið er gaman að fá hann til okkar, ég segi ekki hana. Kannski gera þar, ég veit ekki. Ég held að mér þess að hafi sagt. Hann sagði frá þessu í spursmálum. Nei, hann sagði þetta hérna. Sagði þetta hérna? Ok. Sagði þetta líka? Nei, já, líka spursmálum, við hefur bara sagt þetta frá, já. Já, það getur verið. Var hann nýlega spursmálum samt? Já. Já, ok. Svo margir þættir, margir fjölmiðlar. Margir fjölmiðlar, nákvæmlega. Það er enda mjög áhugavert með þetta fjölmiðladót, sko. Við tökum það eftir. Mér langar að klára hana punkt með hérna fallega fólk og fyndist. Já, þetta því að... Nú fyrir ég hugsa drengi minn sem er alveg sérstaklega fallegur og það er að gera mynda grjóð til þess. Þetta er einmitt, sko, ég hef pínu áhyggjur af svona þessum þangagangi Ölmu út af því að sykurskattinn. Út af því að, sko, hvað fallegt fólk er oft vittlausara heldur en aðrir. Að ef að við leggjum sykurskatt og fólk verður að verða eitthvað fallegra að þá held ég að vinnusemi sem að fer nú hratt niður á við muni spírala ennþá hraðar út af því að fólk muni verða fallegra sem að gera það að verkum að það leggur ekki mikið á sig í því að vera skemmtilegt og fyndið og flott og að vinna og vera duglegt. Þar alvegandi hef ég alveg á móti þessum sykurskatti en þú ert náttúrulega fylgjandi. Nei, ég er ekki fylgjandi sykurskatti. Ég er ekki fylgjandi sykurskatti eða fátækraskatti eins og hann er stundum kallaður af því að hann leggst auðvitað langþyngst á tekjulegsta fólkið. En ég er eins og að fylgjandi því að fólk taki ábyrgð á ein heilsu. Ég er fylgjandi hvötum, ég er fylgjandi bara lægri skottum á hollari matvörur, til dæmis. Ég var alveg til að skoða það og bara upplýstur umræðu og forvörnum. Þú veist það, ég meina, offita er auðvitað farin að verða eitthvað velmegunar þjóðfélagslegt vandamál eða andlegt og það er auðvitað mjög íþyngjandi fyrir heilbrigðiskerfið. Þannig að það er bara rétt eins og með áfengi og sígarettur, þá bara gott að við fræðum fólk skaðsemina og reynum að vekja þetta til lífsins, þú veist. Við getum gert það í grunnskóla meðal annars, bara auki hreyfingu og passa upp á matvælin. Það er nú orðið sérstakt vandamál, finnst mér aðeins í grunnskólum eftir að máltíðnar urðu fríar, að mér heyrist börnum, eins og mín börn og börn sem eru kringum mig, að vera farin að kvart yfir gæði matarins. Þannig að við getum gert fullt af hlutum til þess að stuðla heilbrigði þjóðarinnar á þess að skattleggja. En það er auðvitað alltaf
fyrsta hugsun vinstrimanna. Hvort sem að það Alma eða Kristrún, það auðvitað skattar sem alltaf svari. Herri skattar. Það alveg frekar skrítið, sko. Ég líka til hérna, maður að sjá þetta og mér finnst ég jafnvel að sjá þetta meira. Ég að reyna að kvarta nægilega mikið yfir svona að fólk hætti þessu, en fólk sem að mætir í viðtöl eftir viðtöl og segir bara kerfi greip mig ekki. Það var ekki til aðsnið kerfi fyrir mig og þar af leiðandi líf mitt verra fyrir tilstilli þess að kerfi greip mig ekki. Það ber engin ábyrgð á neinum vandamálum sjálfur. Þetta alveg magnað. Ok, ég ætla samt... Hún kemur vinstri maðurinn í þér? Nei, ég sammála þessu með sjálfsábyrgðina, en þegar við erum að tala um einhver svona djúpstæð vandamál eins og fíknivanda barna og þú ert raunverulega ekki með kerfi þú ert ekki með sjúkrastofnun einu svona fyrir þessu börn sko, þá getur auðvitað komið í viðtal og sagt kerfi, það ekki, þú veist, ég menna við erum með foreldra núna í fjölmiðlum nánast daglega að tala um það að börnin þeirra fá ekki heilbrigðisþjónustu við lífshættulegum vandamálum. Ég meina ég hef líka verið að fylgja vinum mínum eftir sem að eru með börn með fjölþætta vanda og að lendi í svona alveg furðulegum aðstæðum þar sem við erum búin að búa til svo flókið kerfi og á mörgum stöðum og kerfið talar ekki saman. Þú ert með þessa stofnun og það skólinn og það þessi miðstöð, þjónustumiðstöð og svo ertu með geðheilbrigðismiðstöð og greiningar þetta og svo verður allt að tala saman og það verður að senda rétta blað á milli og foreldrar eru bara orðnir úttaugaður og einhvern veginn að því að þeir eru raunverulega með börn með fjölþætta vanda, vinn veikindi eða eitthvað slíkt og það eru auðvitað svona skrimsli sem að við stjórnmálamenn erum alveg sérstaklega lagnir við að búa til. Þannig að það eru auðvitað til raunverulega dæmi þar sem að kerfi grípur þau ekki. Sannarlega, þú veist, ég er búin að nefna 2 dæmi sem ég finnst venjuleg, en ég er ekki að mótmæla því sem hún segir að fólk, þau eru alltaf stutt í vælið almennt. Já, það alltaf stutt í vælið. Ég líka, sko, það mjög margar leiðir fyrir mig að koma inn í þetta sem mást að segja. Ég bara aðgreini börn frá þessu. Já, ok. Börn eru vittlaus og við höfum að gera ráð fyrir því að þau séu vittlaus. Þessi svona stanslausa þráhyggja oft reyndar stjórnmálamanna sem að fer svakalega töðan. Og við verðum að skella þér á þarna ungmennaþingið, með nákvæmlega með þessa ræðu. Verðum að hlusta á börnin. Þú ert bara að fara upp á svið og verður bara, akkur erum við að hlusta á okkur, akkur eru allir hérna inni. Ok, ég nefni þetta við alla sem ég ræðan hlut við. I know, ég hef búin að heyra þetta margótt. Diljá Mist Einarsdóttir, 18 ára. Já. Með svona snildar hugmyndir það hvernig samfélagsleg þróun að vera og hvernig við höfum að stika. Ég auðvitað útskjáðast menntaskóla 18 og var byrjuð í lagadeild sko, því ég Já, ok, þú ert eitthvað nörd, skilur við. Ég er nörd. Þú var svo ljót krakki. Já, þú var svo ljót að þú stóðst þig betur heldur en aðrir. En við gerum, þú veist, flest börn ekki jafn ljót og þú varst. Það svo vond útvarp þegar við höfum að fyrir hláturskast. Flest börn ekki ljót. Jæja. Ok. Við getum bara vonað að börn til þess að vera jafn ljót og þú. En sko, þau eru það ekki og börn eru oftast sæt. Þannig að þau eru ekki með góðar hugmyndir. Ekki við, Tóti. Nei, ég menna þetta samt í alveg. Gæður með misskipt. Já, og hérna... En punkturinn var sá að þú undanskilur börn frá þessu tali að kerfi greipið ekki. Já, og hérna, en ég aftur á móti, sko, svo líka annað ég svo því að ég veit náttúrulega, þú veist, svo við förum nú hérna í leiðilega saman og ég veit að þú hefur náttúrulega reynslu af fíknivandamálum og hérna, ég reyndar gerir það líka, þóttu svo var það ekki að nálægt mér á þitt, en sko, ég talaði við Guðmund Fylkisson hérna og tala frú Ragnheiði mér finnst líka sko svona aðkoma okkar af því einhvern veginn að vera að grípa hópana og kerfið að grípa hefur ekki endilega verið þess, þú veist, það leiðir ekki endilega til þess að við séum að bæta vandan eins og þegar allir frú Ragnheiður þessi eiturlyfja bíll ákveður að vera þjónusta börn og Guðmundur Fylkisson þarf einhvern veginn að sko aðstoða börnin undir þeim formerkjum að hann þurfi að fá viðurkenningu frá þessum eiturlyfja bíl að þeir vita þessu að þjónusta börn sem er máttúrulega ég fekk nokkur skilaboð það og ég kalli þetta eiturlyfja bílinn að þeir voru að pirra sig á mér en þetta er ekkert annað, þetta er bíl til þess að nota eiturlyf í og ég einhvern veginn svona út af því að þetta er ákveðin píratavæðing líka, ég man þegar ég var að tala við Halldóru Mogensen og fleiri sem voru í þessu þau bara, hvað er þetta maður? Það er bara, þú veist þetta er bara vímuefni og ég sagði, okkur köllum við þetta ekki bara fæðubótaefni
Stakkur eru að breyta orðunum bara bragðbætt fæðubótarefni ég bara, mér hugnast normalisera viðhorfi einhvern veginn sko, þetta ég aðeins sammálaðir að því þú byrjar að ræða fíknivanda það sem ég hef haft ágjör af þessum efnum ég er endar stið heilsugar við svona skaðaminkandi úrræði og frú Ragnheiði og aðgengi að þessum lyfjum og öruggum neyslurímum og þetta bara til þess að bæta einhvern veginn daglegt líf fólk sem að glími við fíknivanda sem er raunverulegur. En ég hef haft að því ágjör og tala margsins það í þinginu að við séum ekki að ræða fíknivanda, það er alltaf verið að segja þessa setningu fíknivandi er heilbrigðisvandi en samt meðhöndluðu það alltaf eins og við erum alltaf í viðbröðum sko. Þú ert með eitthvað vandamál og svo ætlar einhvern veginn að gera líf þeirra sem eru með hennar sjúkdóm þolanlegra. Svona meðhöndlar ekki neitt annan sjúkdóm. Þú farið ekki til þinn krabbameinssjúka nema þeir séu bara alveg undir það síðasta, það sé ekki viðreisna von og ert bara jæja, nú eru bara 2 leiðir fyrir þig, við getum gert þér lífið þægilegra eða við getum reynt að vinna bug á vandanum. Hvort viltu? Það hugsar enginn svona neitt annan sjúkdóm og ég átti mig á því. Þetta er auðvitað eðlisólíkur sjúkdómur mörgum öðrum. En fíknivandi er samt þannig að þegar að löngunin kemur upp eða þessi svo kallega gluggi til þess að leita sér lækningar eða leita sér aðstoð til þess að verða edrú þá verða dyrnar alltaf að standa opnar í heilbrigðiskerfinu. Það gera það ekki. Það er brýnasta verkefnið. Það er mikilvægasta verkefnið. En fókusin hefur farið svo, ég er ekki að segja að mikið vera bánstöðum, en fókusin hefur farið rosalega mikið í skaðaminnkun og einhvern veginn viðbragð við þessum ömurlega vanda og sjúkdómi sem er bara lífshættulegur. Og við hefum ekki að sætta okkur við það. Við hefum bara að vera með endalausa þjónustu í boði, forvarnir og fræðslu og síðan úrræði til þess að hjálpa fólki að fá lækningu. Ekki til þess að lifa með sjúkdómnum, heldur til þess að fá lækningu. Þar hefur við verið að bregðast. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Já, ég er sammála þessu og þess vegna finnst mér alltaf svona fólki sem er líklegast til þess að vera að vaflast í þessu er oft og ég ætla ekki að fara slárunum föstum, mér finnst það vera ákveðin vísbending þegar maður heyrir fólk tala svona hvað? Þetta er bara móðir jörð, þú veist, hver er þú að dæma mig? Og svo að þetta fólk líka að fara að takast á við mjög erfið verkefni er varðar eiturlyf og ég, þú veist, er líka litaður af þessu, það er tvennt. Aldous Huxley skrifa náttúrulega Brave New World þar sem hann fjallar Soma sem er það svona úrræði þar sem þú getur bara mokað töflum í einstaklingi í rauninni þangað til hann deyr og þú ert að gera þetta til að bjarga honum, honum bara líður betur og hann einhvern veginn svona bara svífur inn í draumaland sem leiðir svo til dauða og mér finnst þetta svolítið vera sama hugafar og svo hins vegar líka, ég hef náttúrulega þjálfað svo mikið að eiturlyfjamönnum sem voru eiturlyfjamenn og þeir segja, ég fæ alltaf þetta bara ef þetta úrræði hefði verið til staðar ef eiturlyfjabíllinn hefði verið til staðar og ef ég hefði fengið svona þetta viðmót það bara að vera einhvern veginn svona come on maður, hver er þú að dæma þá var hann ennþá eiturlyf ef skaðaminnkandi úrræði og þessir eiturlyfjabásar og eiturlyfjabíllinn væri til staðar þar sem þú getur bara verið í þinni neyslu bara á kostnaðins opinbera þá væri ég ennþá í neyslu. Já, ég er kannski ekki alveg sammála þessu af því að þessi sjúkdómur sker sig þannig úr að þú getur ekki hjálpa fólki nema að vilja hjálp. Þú veist, það er bara allt öðru seldur en eða úr með krabbamein eða einhvern gigtarsjúkdóm eða hvað sem það vilja allir fá lækningu við þeim sjúkdómum, sko, það er bara langsamlega flestir vilja, þú veist, nefnir séu komin á okkur lokastig og séu verið að velja milli þess að lengja lífi örlítið, þú veist, ég er ekki að tala um þannig aðstæður, ég er bara almennt viðhorf. Fíknisjúkdómur sker sig þannig úr, þannig að þú ert alltaf með gegnum gangandi sjúklingahóp sem að vill ekki aðstoð en þú vill kannski ekki að deyji sko, eða verði fyrir óþörfum skaða þangað til að þú getur gripið hann. En og þannig að ég er fylgjandi skaðaminnkandi aðgerðum, ég er fylgjandi þeim, en mér finnst bara fókusin hafa verið allt og mikið bara þar. Mér finnst að við megum ekki gleyma því að það hlýtur að vera höfuð markmið að lækna, ekki bara viðhalda einhvern veginn sjúkdómnum og einhvern veginn bara óbreyttu ástandi, heldur að sé alltaf pláss fyrir til þess að fara og leita lækningar þegar glugginn opnast. Og ég meina, þessi sjúklingar og aðstandendur þeirra koma linnulaust í fjölmiðla og lýsa nákvæmlega þessu að dyrnar séu lokaðar. Þannig að þetta er vandamál, þetta er ekki einhver ímyndun.
Nei, ég ætla ekki að slá núna föstu. Talandum hérna hópa sem eru jaðarsettir. Stúdentar í Háskóla Íslands. Sko, Þú ætlar ekki að láta hennar sleppa? ég hélt að vökuliðar væru sko hægri sinna aflið í þessu. Og ef að þeir eru það ekki og Röskva er ennþá meira til vinstri, þá veit ég ekki hvað neitt stendur í þessu. En núna eru þeir búin að setja fram vantrauststillögu á rektor, ekki út af því að prófessor öskraði niður út af þjóðinni hans, ekki út af því að það er búið að mylja undan félagsvísindastofnunum heilt yfir eins og er búið að gerast reynda við annars staðar. Engin vantrauststillaga þannig, ekki múkk. Nei, það er út af því að þeir vilja að skattgreiðendur niðurgreiði sína tilvist í vísóferðum enn meira en þeir nú þegar gera. Hvað finnst hægri manninum þessa þvælu? Sko, mér finnst ágætt hvernig þú dregur þetta upp af því að ég verð nú aðeins að taka til varna fyrir vini mín í vöku að það er auðvitað svona gegnum gangandi einhver þverpólitísk samstæðum það í háskólum, alveg saman hvað stendur að berjast gegn þessum skrásendingagjöldum og það er bara algjörlega ljóst að þeirra málflutningi. Þetta er bara eitthvað sem þau lofa í aðdragandi kosninga að setja, þú veist, þetta mál á oddinn og það er engin munur á fylkingu hvað þetta varðar. Þannig að þeir verðu auðvitað að fylgja eftir sinni samfæringu og mótmála því harðlega síðan þegar skrásendingagjöldin eru hækkuð, hvað sem mönnum kann síðan að finnast það. Ég er kannski ekkert endilega sammála þar að 25.000 króna hækkun á meintum skólagjöldum, skrásendingagjöldum, þetta er auðvitað algjör dropi hafið af því sem það kostar að hafa þessa nemendur í háskólanum. Þannig að ég svona get aðeins vil aðeins taka upp hanska fyrir þau hvað þetta varðar. Mér heyrst þú ekki að taka upp hanska, þú ert bara sammála mér. Ég meina hægri mannskjan ég er alveg, gerir ekki athugasemd við það að skrásendingagjöld í Háskóla Íslands séu hækka 25.000 kall, en þetta er bara eitthvað sem að þau eru búin að lofa í aðdragandi kosningu og eru kjörin út af það að standa vörð skrásendingagjaldið. Þannig að mér stu bara að vera samkvæm sjálfum sér og því sem að þau lofuðu, alveg saman hvað þau standi í pólitík. En hins vegar hef ég auðvitað orðið fyrir vonbrigðum það hefði mátt þegar þú situr út í samhengi við traust á rektor og einhvern veginn háskólaumhverfinu, háskólastarfinu, akademísku frelsi og þessi mótmæli sem hafa átt sér stað því miður innan veggja háskólans eru starfsmenn sem tóku þar þátt í ævarandi skammar. Að það hefði mátt heyrast meira í mínu fólki þar, þó ég veit að þetta hafi komið til tals og þau hafi haldið þar vel sjónarmiðum á lofti, þá ekki með eins afgerandi hætti, sannarlega ekki. Og ef það ætti að vera vantraust í garð rektors út af einhverju, þá hlýtur það að vera fyrir það að hún standi ekki vörð akademískt frelsi og bara kennslu í Háskóla Íslands. Það lesa svolítið fyrir hérna. Það er þetta er svo vísan í þá. Já. Og það er tvennt sem ég vil ótækjur úr þessu. Ok, er þetta í vöku? Þetta er frá vöku. Já. Og það er svo núna, það er eftir 2 klukkustundir. Við ættum eiginlega að fara saman á eftir og öskraði niður og passa upp að þessi fundarhöld geti ekki verið, kannski fáum Ingólf Gíslason með okkur í það. En hér stendur, það er óásættanlegt að rektor Háskóla Íslands stuðli að hækkun skrásetningargjalda og er þar af leiðandi þessu valdandi að fjármögnun Háskóla Íslands sé í meira mæli orðið hlutverk stúdenta í stað stjórnvalda. Sko þetta er bara einhver svona vinstri áróðurs della þar sem að þeir eru að segja að stjórnvöld sé að fara að borga eitthvað. Stjórnvöld hafa aldrei borgað neitt við sína, bara í sinni tilvist. Já. Það eru skattgreiðendur sem borga, en ok. Það þarf að minna fólk reglu á þetta, það er ekki ríkið sem borgar, það er skattgreiðendur. Ofan á það, sem að ég vil setja ofan á það sem ég var að segja, ofan á það auki hún fjárhagsbyrðar stúdenta sem að þegar standa höllum fæti. Hvað, þetta er eins og dregið úr einhverjum svona Edward Said nýlendu ráðherrafræði þvaðri einhverja marxíska hugsun þeirra sem að standa höllum fæti. Einhverjir krakkaskítar sem eru á Sushi Social auk þess að vera í Mango Tango helgar eða milli þess sem fara í vísóferðir á virkum dögum. Kvarta svo yfir því reyndar að ég ekki húsnæði út af því að þeir ekki að leggja neitt á sig. Munurlega kvarta yfir því að það sé ekki búið að stytta vinnuvikunum ennþá meira þegar þeir mæta svo loksins á vinnumarkað eftir eitthvað langskóla dellu nám. Standa höllum fæti. Hjólum í þetta, komdu með mér í þetta. Þarna ertu samt með, þetta er hagsmunabaráttu fyrir þannan hóp, fyrir þann ungt fólk. Ég meina ef þau hefðu ekki til þess að berjast fyrir, þá þetta getur bara lagt upp laupana sko.
þú veist, það er bara, Það hlýtur að fara að líða við því höfum- með þessa við höfum það dagskrárgerð. svo gott að við þurfum ekki einu svona að vinna lengur, sko, við þurfum ekki að berast fyrir bættum hag og auðvitað er það að berast fyrir bættum hag stundum, það er ekki allir stúdendar sem hafa það eins gott, sko, ég get nefnt bara nefndur sem komið utan á landi til dæmis og sem að búa við allt öðru aðstæður heldur en þau sem að eiga heimili á höfuðborgarsvæðinu, bara til þess að nefna eitt lítið dæmi. Þannig að það eru... Jaðarhópurinn út á landi. Já, ég meina, þau hefði kannski getað tekið þau út fyrir svega. Nei, þau segja það ekki, sko. Ég get ekki verið að skammast í einhverju hagsmunabaráttu stúdenta eða ungs fólk sem að er um einhverju upprópunum það hvar þessi hópur stendur. Mér finnst þetta bara alveg típist fyrir lobbyisma, sko. Og þú getur alltaf sett þetta í samingi við einhver aðra hópa í samfélaginu og sagt bara þessir hafa það ver og þessir hafa það ver. En ef þú ert í hagsmunagæslu fyrir þennan hóp, sko, sjáðu bara Sonju, sko, sem er í hagsmunagæslu fyrir sinn hóp. Ég meina, hún er ekkert að alltaf að miða sig við lægslaunaða hópin eða Höllu Gunnarsdóttur, sko. Ég meina, hún getur ekkert alltaf verið að miða sína hagsmunabaráttu við Eflingu til dæmis. Hún er bara með allt öðru sem félagsmenn hjá sér og er samt alltaf að berjast fyrir bættum kjörum og hag. Þannig ég tek aðeins upp hanska með það, en bara mér, þetta er kannski ekki það versta sem að þetta fólk mun lenda í á æfinni, 25.000 króna auka reikningur fyrir ákipis háskólanum sem þetta auðvitað er. Hlaðvarpið er í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, frist einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur eru þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta er líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Þeir gætu náttúrulega lent í kulnun eftir nokkra mánuði á atvinnumarkaði. Já, við erum auðvitað bæði á mennum kulnun. Ég hef nú verið að taka þetta mál upp í þinginu. Ég er enda mjög ánægð með. Heyrðu, mér finnst þetta alveg magnað, talandi um það, að þú sendir fyrirspurn kulnun og fékkst þau svör bara að við tökum þetta ekki saman. Nei, persónuvernd sjónarmið. Þú veist, hvað meinar? Já. Við höfum náttúrulega einhverja vísbendingar, sko, nú eru eitthvað kringum 3.000 einstaklingar sem að sækja eða fara í gegnum virk. Ég heldur reyndar að séu kringum 5.000 sem sækja 3.000 sem að fara í gegnum, en ég held að 3,2% af þeim séu raunverulegri kulnun. Þannig að erum við ekkert að berjast við kulnun. Svo eru það bara... Kulnun er líka ekki læknisfræðilegt hugtak. Nei, þetta er bara tísku fyrirbæri. Já, ég segi það ekki. Þetta kallast aðstæður og vinnustað. Þetta er ekki læknarskrif upp á þetta, en þetta er samkvæmt alþjóð og heilbrigðismálastofnun, ekki læknisfræðilegt hugtak. Aðstæður og vinnustað? Aðstæður og vinnustað er þetta, mér minnir að það sé heitið, sko. Þetta er kulnun er ástand, vinnutengt ástand eða eitthvað svo leys. Já. Ekki læknisfræðilegt. En við varum að tala um velmegun áðan, sko. Það er ákveðið velmegun að merki náttúrulega að við séum að leyfa okkur það að fólk dettur út af vinnumarkaði í tíma og ótíma. Svo náttúrulega líka verið að nota þetta, hann var hérna Gunnar Ármannsson. Það er einhver sem að borgar enginn. Já, þetta er náttúrulega, það er bara að vita núna til þess að það hættir enginn hjá henni opinbera. Og það eru opinberi starfsmennir að hóta því að fara í kulnun eða þeir fá ekki sínu fram því að vinnuveitenda. Ég þekki þessa baráttu ágætlega sem hefur verið að taka ítrekkað upp málefni opinbera starfsmanna við lítinn fögnuð og ég skildi það ekki þegar ég byrjaði á þingi og skildi ekki akkur við vorum ekki búin að sitja þetta ottin. Ég var aðeins að hamast í Bjarna og kollegum mínum í þingflokknum með þetta. Akkur við ekki búin að breyta þessu kerfi, áminningaskildinu og þessu. Svo fattaði ég það. 3. launamanni, ég kallaði fram upplýsingar í þinginu. 3. launamann á Íslandi eru opinberir starfsmenn. Og það er bara engin pólitíkur sem vill pota í þetta. Og ég þekki það bara, þú veist, maður er ekkert vinsælasta manneskjan á starfsmannskentunni á skattinum, skilur. Að vera að kalla fram upplýsingar sem sýna að við sameiningu skattsins og tollsins til dæmis, að þá fækka starfsmennum ekki neitt, heldur fjölgaði. Þú veist, og allir þessar upplýsingar sem ég er búin að kalla fram. Og maður átt að segja á því að það er pólitískar ástæður fyrir því að fólk fer ekki út í þetta. Þá get ég reyndar bara hvart ykkur til dáða með því að segja að það er sko flestir sem ég talaði við, það er núna í trúnaðamar hjá Samhengi og fer á þessi BSRB-þing. Ég fer upp í pöntu og drullaði yfir þetta kerfi og það er náttúrulega tekur enginn undir sko að þóri því enginn út af því að þetta er mjög fyndin stemming á þessum sko þingum, maður er allir rosalega að passa sig á því að við hvernig tala á svona. En oftast í kaffivélinni sko, að þá er fólk sko að horfir ekki á mig og segir svona, vel gert. Og sko horfir ekki á mig, en þeir segja sko að þetta sé vel gert.
Og ég get líka sagt þér það að það er fullt opinberum starfsmönnum sem að vilja laga þetta kerfi því að það er að myndast ótrúleg óþreyja gagnvart þessari dellu þar sem að opinberum starfsmenn þurfum þetta að vera að taka á sig auknar byrðar út af því að fólk að þú ert með vanvirt fólk í kringu þig. Já, og þeir sem að, ég meina, félag formanna ríkisstofnana hefur nú talað mjög fyrir þessu og ítrekað sendin umsagnir, ég hef nú verið með þetta mál, lagt það fram nokkuð sem í þinginu afnám áminningarskylduna til dæmis og svo maður bara vera óhrættu við að ræða þetta, þú veist, þetta bitnar auðvitað verst á þessum vinnustöðum sjálfum, ekki síst minni vinnustöðum, ríkisvinnustöðum, þar sem þú ert með einhverju vanvirka starfsmenn eða starfsmenn sem passa ekki nógu vel inn í en þú getur einhvern veginn ekki losna við út af þessum þungu viðjum sem að opinbera starfsmannahaldið er. Síðan þegar kemur í launakjörunum, það er nú oft sem að opinbera starfsmenn nálgast mig og eru bara, finnst þið þetta, er þetta þessi himinháu laun sem þú ert að tala og á ég ekki skilið þetta og hitt og þú veist, við verðum að horfa til þess að mjög stór hluti opinbera starfsmanna er í erfiðum framlínu störfum. Þú veist, ég meina, hvort sem við erum að tala um heilbrigðisstarfsmenn eða starfsmenn í menntakerfinu, nú er ég 2 börn í grunnskóla, það mæðir orðið alveg rosalega mikið á kennurum til dæmis í dag og við eigum að tala um þetta því að ég hef upplifað það þegar við erum að tala um til dæmis einhverja vankanta á menntakerfinu eða reyndar líka heilbrigðiskerfinu, aðalega menntakerfinu, þá taka kennararnir svo mikið til sín en maður er svo ósáttur við kerfið og kennararnir þeir eru bara að drukkna sko í bara meingölluðu kerfi og þeir eru bara að drukkna einhverjum vandamál og agavandamál með börn og með allt og marga útlendingi í bekknum sem að hafa ekki tök á tungumálinu og þú veist að reyna að kenna þeim náttúruvísindi á tungumáli sem að þau ekki skilja veist, og með alls konar greiningar því að við erum með skólan aðgreiningar þannig að við erum búin að setja alveg ótrúlega þungar byrðar á rosalega stóran hóp af opinberastarfsfólki og ég er ekkert að amast út í kjör þessa fólks nema þótt síður sé hafa mér stöðið hverja krónu skilið og við ættum frekar að gera meiri því að við ættum að hafa sveigjanlegra launakerfi þar sem að fólk sem að skara fram úr eða leggur aukið á sig að það geti einhvern veginn hækkað í launum því að við erum auðvitað með sérstaklega ef við horfum að kennarastéttina alveg rosalega föst launakjör og mér skilst að ég var einhvern veginn að ræða þetta við hagfræðing sem að þekki vel til að hann var að segja mér að og ég byrja eitthvað að reyna að garfi þessu svo reyndar fylgdi ég þessu nú ekki nógu vel eftir en þetta er nú eitthvað efni fyrir fjölmiðlamanni þig sem er alltaf einhver svona rannsóknar. Ég er ekki fjölmiðlamaður. Þú ert alltaf í rannsóknarvinnu. Já, ég er rannsóknarvinnu, ég er ekki fjölmiðlamaður. Nei, ég er nú að stríða þér. Að kennarar á Íslandi búi við svona, hvað segir maður, svona ósveigjanlegasta launakerfi í OECD. Þú veist, þeir geta ekki, þeir eru bara ná ákveðnum aldri, ákveðnum menntagráðu og þá er það bara stopp. Og þú hefur bara 30 ár eftir og þú hefur bara ekkert engan hvata til að leggja harðar að þér eða gera eitthvað meira og þú veist, og ég get bara ekki annars sagt það heldur kennarar barna mína að þeir eru að vinna frábær starf í mjög erfið umhverfi og lang flestir og þetta auðvitað við opinbera starfsmenn hlýtur að vera heilt yfir en það er alveg sama hvort þú ert á almenna markaðnum eða opinbera markaðnum ef þú ert með skemmd eplin á milli sama hversu fá þau eru að þá auðvitað skemma út frá sér mest á vinnustan. Ég er enda búin að vera að fara yfir rök fyrir því sko, ég held að tvennt sem að væri að gera til að koma til móts við þessa hópa er sko að skerða einmitt veikindaréttin þannig að þeir sem að mæti vinnuna að þeir njóti góðsæði þannig að fólk sem að fer í veikindi það fær borgað en það fær bara borgað 75-80% af sínum launum og að restina af laununum dreifist jafnt á þá sem að mæta í vinnuna. Mér langar að stoppa þarna því að svo er ég búin að vera svo rosalega mikið umræddur núna sérstaklega eftir að viðskiptaráð fór að birta þessar tölur. Og mér finnst bara sanngjarnt til dæmis að við gerum greinarmun á veikindatíðni hjá starfsfólki á leikskólum og grunnskólum til dæmis sem eru bara eða á heilbrigðisstofnunum sem eru ótrúlega útsettur auðvitað fyrir alls konar veikindum eða bara fólki sem er skrifstofustörfum, stjórnsýslunni og það er eitthvað sem við ættum til dæmis að aðgreina í þessum tölum, finnst mér. Því mér finnst það borðleikjandi að þessar pestar sem eru að ganga, það er auðvitað að fara að ganga mikið fram af svona framlínu starfsfólki. En eru þessar tölur jafnar yfir, ég meina því er hann nú haldið fram af hagsmunagæslu aðalum þessara hópa, þetta séu aðalega þetta framlínu starfsfólk sem að kannski bjæja þessar tölur á einhvern hátt í samanbyrðu almenna markaðin. Ég verði til þess að uppbrota þessu. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott
sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Já, ég heyrði mitt Sonja Eir Þorbergsdóttir var að tala um þetta í vikulokunum. Ég þekki þetta ekki betur. Nei. En málið það, ok, nú ég í þannig starfi, ég vinn með fötluðum og það mikið af veikindum, oft á tíðum, hjá þeim. Það svolítið alveg vitað að það sama fólki sem alltaf veikt og það líka vitað að þetta fólk ekkert veikt út af því að það bara að ljúga til veikindin og ég veit að hjúkrunarfræðingar, margir hverjir, ég oft stoppaður, mjög fyndið, ég stoppaður nokkur sinnum og það oft á tíðum hjúkrunarfræðingar sem alveg sérstaklega ánægður með mig hvað ég að tala mikið þessa kulnunadellu. Út af því að þær, í flestu tilfellum þær, undir öllum tilvikum sem ég stoppaður að vera konur, og þær kvarta yfir því að þetta setja svo mikið auka álag á þær. Þannig að þú veist, þegar að vera að tala um hagsmuni til dæmis hjúkrunarfræðingu og tala um hagsmuni kvennastétta, þá í rauninni þegar að vera að segja að það megi gera neitt í þessum málum út af því að við erum svo mikið að gagnrýna hjúkrunarfræðinga, þá ertu í rauninni að segja við þessi hjúkrunarfræðingar sem að þó mæti vinnuna að þú ættir ekki að takast á við þeirra vandamál sem náttúrulega þeir þurfa að takast á við aukna byrðar. Já, ég bara algjörlega sammála þessu enda komin nokkur ár síðan ég byrjaði að tala um þessi mál meðal annars kulnun, þannig að mér finnst bara við eigum að því að það var auðvitað þannig að ég óska eftir þessum upplýsingum frá stjórnvöldum, fekk þar ekki, það eru engar tölulegar upplýsingar þetta fyrirbæri sem kulnun til dæmis. Og ef við höfum ekki upplýsingar þá getum við ekki einhvern veginn átt okkur á vandunum með umfangjan sko. Og þessi langtíma veikindi sem eru fann að sliga marga opinbera vinnustæði meðal annars menntakerfið, við þurfum einhvern veginn að fá einhvern botn í þetta. Hvað það sem veldur sko? Já, ég held að við munum, skilur eftir 10 ár, þá munum við vera hérna saman og hlæjaði bara, manstu þegar það var kulnun, manstu? Já. Ég held að vera þannig. En svo kannski leysir gervigreindin þetta allt fyrir okkur því að hún að fara að leysa svo mörg störf á hólmi. Það er svo mikið atvinnuleysi að fólk segja nei, ekki kulnun. Ég meina það verður einhver breyting á starfsumhverfinu. Ég meina gervigreindin bara farin að gera svo margt sem að fólk í fullu starfi í dag. Já, þetta hefur og sem að fólk verður að fara að finna sér eitthvað að gera og verða verðmætt á vinnumarkaði. Já, ég held að þetta líka sko, þá náttúrulega kemur þetta leikskóli. Ég reyndar búin að tala fyrir því að við höfum að hækka sko, og það núna var Sólveig Anna drullið við það að borgarstjóri sé á svo hám launum sem er kringum 3 milljónir. Þú náttúrulega hlærið að því sko, slíkum smá peningum sko. Þetta eru hálaun, en mér finnst að við höfum að hafa hálaun fyrir fólk í ábyrgðarstöðum. Já, ég peppa það líka að þú setja á hálaunum. en sko... Þriðjungi að laun í borgarstjóra? Já, þriðjungi, nákvæmlega. Ég vil nefnilega að sko, leikskólakennarar og kennarar séu á svona 1500 til 1800 skall á mánuði og séu bara ekki með neitt starfsöryggi. Bara þetta svona ekki alveg verktakalaun en í svona næstum því það og bara þú veist afnema réttindi opinberra starfsmanna og bara hækka upp úr öllu valdi bara ef við erum sagt upp 16. þá færðu ekki 17. greiðan bara alvöru bara í hierarkí í þessu og þá held ég að muni skila sér fólk sem að hafi raunverulegan metnað fyrir þessum störfum og ég veit að ég verða örugglega hýttur fyrir að segja raunverulega metnað en ég eftir á móti til út af því að eins og maður sér á leikskólunum þetta fólk hlýtur samt að hafa raunverulega metnað já, það hefur það en ég vil að líka að fái þá umbun sem í samræmi við það út af því eins og ég var að segja við áðan ég held að þessi yfirbygging og þessir sálfræðingar sem einhvern veginn þurfa að grípa þessa hópa á þetta svona risa yfirbygging ég held að við myndum græða á því að þrefalda þessi laun og minnka starfsöryggið og þá myndi fólk sem og sem ég held að sé á flestir í þessu tilfellum og þá þurftum við ekki þessi risastóru yfirbyggingu. Ég held að við myndum alltaf koma til plús og þegar við myndum sjá þessa einstaklinga sem eru að vinna á þessu leikskólum
sem að standa sig frábælega standa sig enn betur. Við myndum losna við þetta kulnunadót og við myndum fá bara einstaklinga og náttúrulega hagnýta þá einstaklinga sem nú þegar eru í kerfinu og þeir myndu margfalda sinn afrakstur og einmitt með þessum svona hvata sem fylgir því að færð miklu, miklu betri laun. Já, ég hef ekki velt þessu fyrir mér, sérstaklega, en það sem maður heyri frá leikskóla starfsmönnum umkvartanir að launin sé ekki í samræmi við menntunarkröfur til dæmis og það hafa náttúrulega verið gerðar talsverðar breytingar á menntunarkröfum og auðvitað þessi breyting varðandi samnýting á leyfisbréfinu og þær breytingar sem hafa gerðar. Svo eru gerðar miklar athugasemdir við vinnu aðstæður og aðstöðu. Þannig að í það minnsta er auðvitað frálegt ef við séum ekki koma til móts við þessar athugasemdir, ef við séum ekki gera einhvern veginn daginn þeirra þólanlegri breytingar á samsetningu dagdvalar, ef við séum með skipulagt menntunarstarf og síðan svo kallar frístund bara eins og við erum með í grunnskólum, við erum ekki með kennara að kenna börnum frá 8 til 4, við erum með kennara að kenna frá 8 til 1 eða 1:30 eða hvað sem það er og síðan tekur frístundi við og það er allt annars konar kerfi sem að tekur við. Þannig að það er held ég margt að gera til þess að bregðast bara við þessum umkvörtunum. En það verður auðvitað alltaf þannig að get ég ímyndað mér að fólk sækir ekki fólk sem að leitar í ákveðin störf gerir ekki endilega peningana vegna. En svo segir, það getur verið ótrúlegu metnaður eða ástríða og ég held að kennsla sé eitt af þessum störfum. Og það eru en ég held að margir sem að kannski fara vonið sé ekki móðganeitt að læra að vera endurskoðendur, skilur, að það sé ekki að því að þú skilur að það sé meira að það sé út af umbuninni sem að því fylgir sko. Segðu það bara. Já, pabbi minn og maður minn eru endurskoðendur sko, þannig ég er svona, þú heyrir ég er aðeins að tefla tánum sko. Ég þarf að mæta þessu ásatíðir sko. Þannig að ég er að reyna að vanda val mitt sko. En þú veist hvað ég á við og þú velur kannski ákveðið nám eða leggur ákveðið á því að ferða ákveðna leið í lífinu og þú í einhverjum tilfellum þá veistu út í hvað þú ert að fara. En það er óásættanlegt að fólkið sem hugsar okkar viðkomustu og smæstu einingu sem að leikskólabörn eru sé bara gegnumgangandi óánægt í sínu starfi. Og við getum ekki við að vinna. Og ástæðan fyrir því ég líka að hækka launin og ég myndi jafnvel vera að hækka launin þó svo að veikindir, hann þýtt alltaf að vera skertur út af þetta, hann er alltaf bara að della en það er líka út af því ég er smá seldur út af því að það eru sumir sem segir reyndar alltaf sitt hver króna sem fyrir þetta kemur áttfald tilbaka mjög skrítin útreikningur alltaf en með þetta þá þetta selja okkur lögfræðingunum þetta alveg bara massíft já, akkurat frábært en ég held að það samt geta alveg verið fyrir hendi í menntamálum alveg allt til Háskóla Ísland þar sem að maður sér þetta nú oft til dæmis að því ég er nú mikil áhuga mennskum í þróunarsamvinnu maður sér þetta oft fjárfesting í menntun í þróunarríkjunum þú veist og þá ertu með einhver útreikninga baka það hvað það skilar tilbaka inn í samfélagið sko þannig að hver ég setja spurningamerki við þetta þú ættir að þetta við Kristrúnu já ég er kannski bara hún er að koma inn á morgun Stefán er að mæta morgun Stefán er að mæta morgun, ok hann mun örugglega fara yfir bæði fjölmiðlanefnd með þér og að Kristrún mæti aldrei til hans. Já. Ég spurði Kristrún út, já. Já, einmitt. Já, og hún bara fylgist ekki með í hverju mæti í spursmál og ég verð mestum hluta deginum í það að svara Morgunblaðinu. Já. Er það? Hún er svo best, maður. Ég sagði þetta við Obbu síðast, sko, Obba kom, Þorbjörg Sigríður, dómsmálaráðherra. Það er eitt lítið pirrandi, það er maður er alltaf mikið vikt í því að vera ráðherra en fólk talar alltaf Obban maður er eiginlega dómsmálaráðherra það gera hana bara alþýðlega, ég held sem bara ánum með þetta en hún mæti og ég sagði já, ég ætla að spyrja það eftir okkur þið mæti ekki til Stefáns hennars hún hún er ekki byrjuð við því hún sagði bara já, ok og svo glimti ég en ég myndi það með Kristrúnu Herri, Þorbjörg Sigríður hefur nú ekkert óttast að mæta til Stefáns Einars ég heldur hún ætti bara að skella sér mér finnst líka bara flestir sem hafa mætt hann að hafa staðið sem frekar vel já hann er einmitt, mér finnst hann líka bara vera frábært dæmi það þegar hann er blaðamaður eða fjölmiðill og þegar hann er það ekki sem er náttúrulega þegar hann er í hlaðvarpinu og Gíslafrey eða annars staðar þá hann bara Stefán Einar með sínar skoðanir og þetta er bara frábæri þættir mér finnst það líka já, ég hef alltaf gaman að þessu samanlega en Ertu að fara að ljúka þessu? Án þess að ræða okkar eina efni sem var til umræðu í dag?
Hvað var það aftur? Það var auðvitað fyrirspurn mín tölfræði, Já, heyrðu, erum við... Já, það verður að klára á þeim nótum, sko. Ok, þú sem sagt... Bara 3 mínútur. Já, þú vilt að við tökum saman rasíska tölfræði það hver að brjóta af sér til þess að geta hent lituðu fólki úr landi. Já, ég mjög mikið virðist vera að kalla eftir tölfræði til þess að styðja undir mín rasísku sjónarmið. Nei, ég hef verið að kalla eftir tölfræði linnulaust í þinginu frá því ég byrjaði að því að ég svo mikið baráttumannski fyrir því að við komum upp opinberum gagnagrunni innflytjendur og útlendinga á Íslandi eins sambærilega í Norðurlöndum. Ég var að segja, þetta allstaðar. Já, nema á Íslandi. Og það er blæbrigða munur á, það er mismunandi hætti. En Viðskiptablaðið vann til dæmis rosalega góð umfjöllun þessa tölfræði sem er tekið saman í Danmörku sem sýndi ótrúlega mikinn mun á innflytjendum í Danmörku eftir ríkisfangi. Það bara skoða bara sundurlegar upplýsingar og meðal annars tóku þeir fyrir glæpatíðni og þeir tóku fyrir framlag til raunni ríkisins, hvað þessir hópar tóku frá og gáðu tilbaka, svona plús og mínus. Og ég hef verið að kalla eftir þessu, ítrekað, og búin að taka þetta fyrir fjölmargar á þeirri þinginu, fjölmarga, og fengið ekki mikla undirtektir. Það er einhver feimnu við þetta og það hafa nú einhverju viðreisnarmenn komið fram og sagt bara að við megum bara ekki ræðum útlendingum á þessum hætti og ég er bara algjörlega ósammála. Ég segi bara tölur og blaði geta aldrei verið neitt annað en tölur og blaði, svo getur bara fólk dreigið sína eigin ályktanir. Það er ekki einn svona ályktun, það er bara ef raunveruleikinn fyrir hendi, þá hann fyrir hendi. Nei, viðmældi þinn Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, sem að mætir ítrekkað í viðtöl sem sérfræðingur. Hún er þessu algjörlega ósammála. Hún er miklu ágjörð því, já, hún reyndar hefur aðeins borið þetta tilbaka og hún sé að gagnrýna það að sé vera að kalla eftir upplýsingum. En hún hefur ágjörð því sem að fólk les út úr þessum upplýsingum. Að það fólk verði að hafa einhverja menntun, einhver tölfræði bakgrunn til þess að geta lesið eitthvað út úr þessum upplýsingum. Og ég bara viðurkenni það fúslega að ég hef enga sérstaklega tölfræðimenntun. Ég er með 3 háskólagráður og þær eru allar úr lögfræði. Þannig að ég hef enga sérstaklega menntun, en ég get samt bara lesið, ég kann að lesa og þegar ég fæ lista yfir skipt niður eftir ríkisföngum, eftir handtökum, þá eru bara ýmislegt sem að stendur þar út. Og ég nefndi það sérstaklega, ég var nú til viðtals á Bylgjunni þessa tölfræði sem ég fekk handtökunar. Og það er svolítið bjagað, þetta er árin 2019-2024 og þetta bjagast aðeins COVID árin einhvern veginn. En ég samt benti á það að það væri til dæmis athyglisvert að sjá það að það væri mjög fjölmennir innflytjendur hópar í Íslandi sem kæmust ekki einu svona blað. Mótsvarið hennar Margrét er það sem við höfum oft heyrt í þættinum hjá þér, það sem að hún segir að þetta hafi ekkert með ríkisföng að gera, þetta hafi með Hvað við erum góð að taka á móti? Já, okkur auðvitað, fyrstulega ábyrgðin okkar, við berum ábyrgð á því að fólk brjóti gefsir í okkar eigin landi, og síðan auðvitað sé þetta bara alltaf er þætti, þetta séu félagslegu bakgrunnur og áföll og annað sem við þurfum að taka með inn í myndina. Og það bara kemur ekkert heim og saman. Það er eitt sem ég langar líka að bæta inn í, sem er það að það er eitt í þessu, ég ræddi við Þórhall Gunnarsson, þá voru svona ræða, hvernig má ræða þessi mál og ég þetta er svo litið ástæðan líka fyrir því ég sittur litið út á fjölmiðlanefnd er að, og eins og var í þínum málflutning, að gagvart þínum málflutning að jú, það má alveg kalla þessum upplýsingum en almenningur einhvern veginn má ekki vera of mikið að fá þessar upplýsingar. Hann skilur þetta ekki. Nei, þetta á ekki bara við útlendingamál og því að þetta á við bara ýmismál og ég hugsa alltaf óháð því hvort að Margrét hafi rétt fyrir sér það að við getum ekki meðhöndla þessar upplýsingar eða hvort þú hafi rétt fyrir það bara við að hafa þessa tölfræði á borðinu að þá hefur þessu þetta algrimi hefur aldrei virkað. Það að fara að segja við fólk þú mátt ekki hafa þessar upplýsingar, þú ert að miskilja, þú mátt ekki vera með, þetta hefur verið prófað í öllum Evrópuríkjum og öll þessi Evrópuríki snúast bara, þessar stjórnmálin í þessum Evrópuríkjum snúast bara útlendingafræði. Og þar eru flokkar sem að bara okkur myndi ekkert koma til með að hugnast en ég aftur á móti til að það sé mitt út af þessu viðhorfi þar sem að þú ert svona nei, við þurfum að passa þessar upplýsingar Það er nefnilega nákvæmlega málið, þannig hittur naglinn á höfuðið og Margrét til varnar því að ég nú hlusta hann oft hjá þér og Sprengisandi og víðar að hún tekur það alltaf fram að hún sé fylgjandi í birtingu upplýsingana og hún sé fylgjandi umræðum þetta viðfangsefni, málefni útlendinga þannig að ég ætla nú ekki að gera upp þær skoðanir en það er margir kollegar hennar, fólk fræðimenn, fjölmiðlamenn sem ekki kollegar þínir
meðlans í Evrópu, í Bandaríkjunum og víðar, sem hafa verið með þetta yfirlætis viðhorf, gagnvart almenningi, vilja þagga niður ákveðna umræðu, halda upplýsingum frá almenningi, sem að hefur verið megin ástæðan fyrir uppsprettu jaðarafla í þessum samfélagi. Og ég fer ekki ofan því að við sem að erum í svona hefðbundnum, skynsumum, rótgrónum lýðræðisflokkum, að við berum ótrúlega mikla ábyrgð að taka þátt í þessar umræðu, kalla eftir upplýsingum, bera þar á borð, kalla eftir að séu skipulega setta fram og þá greindar af einhverjum, að við berum ábyrgð á því að þessar upplýsingar berist til almennings og að umræðan sé haldið á lofti, hún sé ekki þöggu niður. Því að það er þessi tilfinning að fólk, og nú ætlum ég ekki að segja Margrét, heldur eins og Margrét, kannski fólk sem að lifir og hræðist í samfélaginu og situr á kaffistónu upp í háskólanum, að það sé eitt til að spærsta að meta einhvern veginn hvernig ástandi er raun og veru. Og það er svo merkilegt, ég ætla samt að gagnrýna Margréti fyrir eitt, því að hún kemur til dæmis inn í þáttunni til þín og hún segir sko, það er engin tölfræði á bakvið, það er orðið svo mikill ótti við glæpi og samfélagi er ekkert breytt. Það er ekkert svona slemt í Svíþjóð eins og þú ert að segja og það er ekkert svona slemt í bæ. Viðurkenni það síðan að hún hefur aldrei ekkert verið að fara á Ingólfstorg árum saman og mér hefst hún heldur ekki hafa farið í Hagkaup í Skeifuna sko, eða Kringlunum hábýrt þann dag. En samfélag okkur er gjörbreytt eins og þú hefur margoft lýsið þessu þetta. Og hún segir sko að þessi tilfinning sé drifin áfram, ekki tölfræði, eða raunverulegum upplýsingum breytt samfélag, heldur af kreddum og gróusögum. En svo segir hún kannski í sama viðtali, já sko, þetta er ekkert svona slemt í Svíþjóð. Ég þekki fólk í Svíþjóð sem að bara fullir það að sé gott að búa þar, skilurðu. Þannig að fólk sem býr á Kjalarnesi og upplifir það til dæmis á sínum tíma og hafði það háværar umkvartanir, bæði opinberlega en líka í skilabúðum til kjörna fulltrúa, eða fólk sem hefur búið á Suðurnesjum, þar sem hafa safnast fyrir og hefur verið safnað saman til dæmis stórum hópi af hælisleitendum sem hafa verið kallmenn á ákveðnum aldri frá ákveðnum löndum. Að þeir sem hafa haft uppi háværar umkvartanir menningar, árekstra og afbrot af ýmsu tagi. Þetta segir Margrét séu bara grósör. En góða fólki sem hún þekkir í Svíþjóð, sem segir að sé næsa búar, það eru bara vísindi sko. Og ég er svo ósattur í heyrið þetta. Þetta er það sem að, svo er ég náttúrulega ekki, ég er ekki stjórnmálafræðingur og ég er ekki aðferðafræðingur eða hvað sem þetta kallast. En einhver myndi segja að þetta væri þetta confirmation bias. Þú ert bara alltaf, þú ert með einhverju fyrirfram út af skoðun, þú ert bara alltaf að leita eftir upplýsingu sem henta þínum viðhorfum. Þú ert alltaf að því. Og mér finnst það miklu alvarlegra þegar það er sérfræðingur sem að við hefur þannig orðræðu eða heldur einhverjum ákvörðum fram ítrekkaði viðtölum og kemur í viðtöl sem sérfræðingur heldur stjórnmálamaður. Þegar ég mæti viðtöl þá gerir fólk fyrirvara við það sem ég segi og það hugsar Dilja, hún er stjórnmálamaður aðeins að taka þessu með fyrirvara, hún hefur bara svo mikla skoðanir. En þegar Margrét mætir viðtöl og segir að það sé bara ekki svona slemt ástand í Svíþjóð og það hafi heldur ekkert með innflytjendur að gera, svo kannski, það var kannski að það komið á margir og við höfum bara ekki verið nóg góð að taka móti. Hún reyndar segir að vandamáli sé að stærstum hluta að fólk hafi ekki þorað að taka umræðuna. Já, en hún hefur líka gert lítið úr vandanum. Hún hefur gert lítið úr vandanum og hún hefur gert lítið úr vandanum hér líka og ekki kannast við að það var orðið mikla samfélagslega breytingar, en sannarlega hefur hún líka sagt að við getum ekki tekið á móti ómörgum og óskum tíma, þannig að hún hefur farið svona fram og tilbaka. En að bara fólk horfi í speilin þegar það er að tala svona. Ég get ekki mætti viðtöl. Ef ég mætti Kristrúnu og við erum að læra ræða Evrópusamtið, þá erum við 2 stjórnmálumenn að takast á, nummer 1 og 2 hjá þér. Þá erum við að takast á með Evrópumálin. Ég er hins vegar með framhaldspróf í Evrópurétti, sko. Ég geti verið ég þá ekki verið titluð sérfræðingur í Evrópurétti, sérfræðingur í Evrópumálum, skilurðu. Það er ekki þannig, það gerði fyrirvara við mig. Og ég segi bara það þarf að fara að gera fyrirvara við þetta fólk sem að mætir með augljósar pólitíska skoðanir til þess að ræða þessi mál trekk í trekk. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig að enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Margrét er á sama samning og Kristrún og það er bannað að gagnrýna hennar. Ég gerir ráð fyrir því að
Við erum búin að taka upp hérna í 75 mínútur, ég gerir það fyrir að þetta verður svona 20 minna viðtal þegar það kemur út. Þú er búin að vera að gagnrýna það svo mikið. Ég sko, ég mætti á kynningu á verkefni Margrétar fyrir ekki svo löngu og þar var hún með gögn þar sem hún var að fara yfir ofbeldi unglinga og þau, sko, ég man ekki, ég segi þetta með ákveðnu fyrirvara, það var ákveðið svarhlutfall sem að vantaði og svo voru gögnin líka frá 2017 að einhverju leyti. Og ég var að segja, þú veist, það náttúrulega, sko, ég held að Margrét bara vinni eftir sínum heilindum og hún kannski hafi ekki breiðari mynd sem að maður hefur til þess að maður bara tala við lögreglumenn og fleiri. Og það því að lögreglumenn segja bara, þú veist, ég meina eins og með marga palestínumenn sem hafa hingað komið, að þetta hefur bara haft gríðarleg áhrif á lögreglustörf og bara gríðarlega erfitt. Og ég veit að það þægilegra að tala ekki það og segja bara nei, þetta bara algjörlega tilviljunarkennt þrátt fyrir það sé náttúrulega gögn sem að styðja þetta í til dæmis frá Danmörku sem hefur verið fjallað víða og með fólk sem að kemur frá löndum þar sem að menning allt öðruvísi varðar afbrot og fleira. Það ætti ekki að koma okkur óvart að þegar við erum að fá fólk sem að kemur frá löndum þar sem að afbrota menning bara allt öðruvísi að svo afbrota menning flytist hingað. Mér finnst bara svona einhvern veginn næstum því barnalegt að vera einhvern veginn að segja bara já nei, bara það algjörlega tilviljunarkennt, bara það meikar ekkert sens. Eða reyna að halda því fram að þessu ferðamenn. Já, þú veist, og svo allur gangur á því, sko, eða svíjar sem eru hingað komnir, sem eru augljóslega ekkert svíjar, sko. Filippseyingar. Já, nákvæmlega, sem eru augljóslega, sko, þetta eru hérna í stórum stíl, sko. Já, ég meina það verður bara að fá að segja hlutun upp átt og ég segi það bara, ég læti ekki þakka svona auðvitað í mér og að því hún nefnir lögregluna, hvaðan heldur fólk að Kveikin kom með þessum fyrirspurnum mínum, raunverulega, heldur fólk, ég meina ég bara í minni búblu, sko, ég bara stödd hérna inn í Alþingishúsi og Smiðju á daginn, ég ekki út á götunni eða inn í menntastofnunum með heilbrigðiskerfinu, hvaðan heldur fólk að hugmyndirnar komi að fyrirspurn frá mér ykkur ákveðin vandamál, ég get sagt hvað þau koma innan úr kerfinu, þau koma frá lögreglumönnum, þau koma frá heilbrigðisstarfsfólki, þau koma frá félagsákjöfum. Þau koma frá öllum þessum starfstéttum sem að reyna þetta og sjá þetta með eigin augum og óska eftir þessum upplýsingum og ég kalla þær bara fram. Það er það sem ég geri og ég mun halda áfram að leggja mitt til umræðinur í þessum efnum. Ég ætla ekki að bíða eftir því þegar ef það gerist að fólk enn á leiðinni heim úr sundi í undirgöngum á Ísland og skotið að færi eða að vera að varpa handsprengjum inn í íbúðarhúsin á Íslandi. Þá að minnstu kosti ef ég hreina samvisku gagnvart því að hafa rætt þetta mál árum saman. Og þeir sem þetta halda því fram að ástandið í Svíþjóð sé eitthvað léttvægt eða það hafi ekki breyst með tilkomu ákveðina innflytjendahópa, það bara ekki að segja satt. Þetta verður örugglega inngangurinn á viðtalinu þegar ég gerir svo klippur. Þetta bara, einhvern veginn að vera blái gagnvart þessu, sko, og samhliða því samt, sko, að segja að því við vorum alltaf að tala hérna, við ætlum að trúa þolendum, við ætlum að trúa öllum sem að hafa einhvers konar umkvartanir það að ofbeldi sé að hérna grassera innan ákveðina hópa sem eru karlmenn. Að þessir sömu hópar eru núna að segja, sko, að Suðurnesjamenn séu bara rasistar að vera að tala þau vandamál sem að hafa blossað. Maður bara, engin prinsip. Já, og svo bara hérna, íranska klerkastjórnin kálar hérna mörgum 100.000 manns. Já, 100.000 manns. Við erum búin að vera hérna í mótmælagöngum hérna svo árum skiptir út af stríðinu fyrir botni Miðjarðarhafs og allir bara í kleinu yfir því, sko, þora náttúrulega ekki að ræða það en þeir sem að þora að ræða það geta komið rosalega hart fram og segja bara að Jón Gnarr sem forseti að redda þessu eða Þorgerður Katrín gerði eitthvað eða Magga Stína í einhverjum öðrum hugðarefnum. Svo kemur þetta upp í Íran, ekki múkk. Og maður hugsar alveg bara með sér, var þetta einhver tíma prinsip? Hvar var ályktun ASÍ? Já, hvar eru prinsipin? Ég hef reynd að passa mig að vera ekki með þetta og vil ekki láta saka mig með þennan whataboutism, en mér finnst þetta vera mest svona áberandi hvað var það málefni Súdan, sko, sem ég hef ítrekað tekið upp í þinginu og sem var að gerast á sama tíma náttúrulega. Já, sem að bara einhvern veginn bara snerta fólk ekki mjög mikið, sko, af því að það sér ekki nógu mörg reels neðinaðar, sko. En það bara gott og blessa að fólk sé að berjast fyrir bættum heimi og hvort sem það hérna innanlands eða utanlands en þá ætlum ég bara að fá að gera það líka, sko, því að ég tel mig vera að gera það. Ég að kalla fram upplýsingar og vítin til að varast bara frá nágrannlöndum okkar. Já, við
Já, við höldum þessu á lofti. Kannski bara byrjum þarna næst og gerum þetta fljótlega aftur. Endilega. Það mjög gaman að fá þig. Þú líka fara alltaf mjög góða viðbrögð. Ég Ógeðslega hissa. Nei, ekkert hissa endilega sko, en bara ég fæ meiri viðbrögð heldur en að við erum með eitthvað chemistry. Kannski við erum eins og Náttúrulega þið voru ég svo og ljót Kristrún börn. náttúrulega. Þú vilt alltaf fara að tala um Kristrúnu. Ég er bara stöðagt tótt að það er engin chemistry á milli ykkar í alveg. Það er engin chemistry? Þetta er ekki á milli ykkar Kristrúnar. Þetta er one way dæmi. Ég veit, fólk náttúrulega má ekki miskilja orðið chemistry sko, en það fyrir svakalega vel á með okkur. Ég með þess að að fara, já, ég eftir að vera bóðin í kratan bara. Á svona Kristrúnu. Jæja. Herðu, en við ætlum að segja þetta gott. Takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Takk.